Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á 50. Í kvöld ætlum við að ræða landbúnað. Við ætlum ekki að horfa á landbúnaðarkerfið eins og það hefur verið og ekki fara að rifja upp deilurnar landbúnaðinn. Heldur ætlum við að horfa fram á veg og spyrja hvernig landbúnaðurinn kunni að þróast. Það margt sem að hefur ýtt undir mikilvægi þess að taka þessu umræðu. Það margt í kringum COVID og COVID-kreppuna sem bendir til þess að það sé mikilvægt að auka innlenda framleiðslu. Það verið að tala að auka innlend störf og það kannski auðvelt að ímynda sér að það geti verið tengt landbúnaði. Loftslagsmálin ýta undir það að við framleiðum matvælin sem næst okkur, næst markaðnum. Og svo hefur það líka komið fram að það eiginlega fyrirsjáanlegt að eitthvað af stóru álverunum muni loka og þá losnar mikla orku og eitt af því svona fyrsta sem nefnt sem lausn á því hvernig við getum nýtt orkuna að stórefla hér ylrækt og gera átak í því að framleiða meiri mat hér innanlands. Til þess að ræða þetta og svo að sjálfsögðu margt sem að þau sjálf leggja til hingað kominn Sveinn Margeirsson, hann sveitarstjóri í Skútustaðahreppi og fyrrverandi forstjóri Matís. Eygló Björk Ólafsdóttir, hún bóndi í Vallanesi og eigandi matvælafyrirtækisins Móðir Jörðs og Oddný Anna Björnsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka smáframleiðenda matvæla og bóndi það ekki þú bóndi líka? Í Berufirði, jú, hún með bændur, smábúskap. Já, ég vek athygli á hér engin Reykvíkingur nema ég í settinu. Það ekki oft sem það gerist. En herðu Sveinn, má ég byrja að spyrja þig svona, hvort þú getur slegið eitthvað tón í umræðina og ef ég myndi bara spyrja þig, ef við myndi spyrja okkur hvað við viljum fyrst, við horfum kannski svona 20 ár fram með tímann, hvernig verður íslenskur landbúnaður, hvað nýtt þá, hvað af því sem nú þegar myndi líka vera eftir 20 ár og hvað kannski af því sem við erum með í dag getum við reiknað með að hverfi. Já, fyrst kannski bara takk fyrir að fá komið í þáttinn, þetta er mjög áhugaverð umræða. Ég held að mig allavega fullyrða að landbúnaður á Íslandi verði ekki eins eftir 20 ár eins og hann í dag. Landbúnaðurinn í dag líkist á margan hátt því sem hann var bara fyrir 20, 30, jafnvel 50 árum. Vissulega hafa stækkað einingarnar upp á vissu marki, en það var svona kannski ekki orðið mikla breytingar í frjálsræðisátt svona frá þessu svona miðstýringar kerfi sem kannski var hannað svona 8. og 9. áratugnum. En einhverjar vissulega. En ég held að til framtíðar þá sjáum við miklu meira samhengi. Það verður samhengi umhverfismála og landbúnaðar mjög mikið. Það verður miklu meira samhengi sem sagt neytenda og bænda eða sem sagt matvælaframleiðenda. Og ég held að munum líta á bændur sem frumkvöðla en ekki einhvers konar, já, ég held að sumir, þú nefndir nú Reykvíkinga áðan, ég ekki að segja að það sé almennt viðhorf þar, en ég fæ stundum á tilfinninguna að sumir líti á bændur sem styrkþega, sem ég held að sé slæmt viðhorf og ég ekki rétt á sér, en á sama tíma þá auðvitað þarf að gefa bændum frelsi til þess að ná að grípa tækifæri sem tengjast kolefnisbindingu, tengjast í rauninni því að koma eigin vörum á framfæri, svona marka sína sérstöðu. Ég hef þá trú að það verði allt önnur sýn á til að mynda beit eftir 20 ár heldur en í dag. Við verðum búin að skilgreina miklu afmarkaðri svæði, það sem að svona frjálsbeit megin svona stefið, stærri svæði þá á móti í endurheimt birkiskóga, kolefnisbindingu í gegnum skógrækt og annað slíkt. Og nýsköpunin í rauninni og verðmætasköpunin mun byggja á samþættingu margra hluta. Þessi svona hálfsovvéska áætlunarleið sem við höfum að einhverju leyti fylgt. Ég hef ekki trú á því að hún muni ganga upp til lengri tíma. Einfaldlega vegna þess að þá erum við að spila í deild sem að við bara ráðum varla við. Ef við horfum á stærri matvælafyrirtæki í heiminum, þá munum við aldrei ná slíkri stærð, þannig að við þurfum að spila á breiddina og í rauninni ná þessari víddarhagkvæmni, því að stærðarhagkvæmni á Íslandi í sjálfu sér svona hálfpartinn tómt mál að tala ef svo má segja. Ég held til að mynda að lífræn ræktun muni
fara talsvert mikið lengra. Ég hef nú þá trú, ekki endilega vegna þess að það sé bara eitthvað betra fyrir umhverfið og eitthvað slíkt, heldur bara því að það svona brand sem búið að skilgreina mjög sterkt og neysla fyrir það áttina. Alveg eins að svona nefni varðandi orkuna. Hún verður nýtt í miklu meira mæli til að búa til þá, í grænmetisrækt og annað slíkt sem auðvitað augljóst, en eins bara smáþörungar, nýta okkar líf, hráefni. Það auðvitað fáránleg stefna í rauninni að pumpa skólpi út í Faxaflóa í mínum huga. Skólp auðvitað bara auðlind og við ættum að nýta skólp til landgræðslu og annarar verðmætasköpunar með alla þessa orku sem við erum með hérna til þess að vinna úr. Þannig að ég held að við munum horfa á hlutina með allt öðrum hætti í rauninni eftir 20 ár og það verður miklu meiri fjölbreytni, fleiri aðilar sem við teljum svona litla, sem má segja, og það mun svo aftur skapa grunninn að fæðu öryggi landsins í stærra samhengi. En má ég spyrja einu, byggð í landinu, mun spila það inn í að landbúnaðurinn tryggi byggð í öllum landshlutum, öllum dölum. Það sjónarmið? Ja, þetta í báðar áttir. Landbúnaður tryggir byggð en jafnframt tryggir byggðin mataraframleiðslu. Það auðvitað þannig að það mjög erfitt að búa til verðmæti, búa til matvæli nema að sé fólk til þess að taka hlutina áfram. Og það þessi kraftur í fólki í rauninni sem mun gera það að verkum að það skapast verðmæti og þar með í rauninni verður þetta eftirsóknarvert að setja stað á mismunandi stöðum. Það þarf auðvitað að passa upp á innviðina. Ljósleiðaravæðingi til að mynda mjög gott verkefni. Það þarf að passa upp á að sé ekki hindranir eins og við erum að rekast á sýkt og heilagt í dag varðandi smáframleiðslu, varðandi nokkrar bleikjur í tjörn sem bannað og svo framvegis. Þannig að það bara gæta að rammanum, gefa fólki frjálsræði innan rammans og svo leyfa bara í rauninni markaðnum dálítið að ráða. Eygló, þegar Sveinn var að lýsa framtíðarbóndanum, þá var hann að lýsa ykkur á Vallanesi. Þið eru frumkvöðlar, þið eru með eigin framleiðslu, svo kallað virðiskeðjuna, þið eru með lífrænaræktun. Það var eiginlega að lýsa ykkur. Þú getur ekki mótmælt neinu að þessu, það, Eygló? Nei, ég voru að sammála mörgu sem Sveinn sagði, en ég held einmitt að í stóra myndin sé þessi að landbúnaðurinn mun náttúrulega mótast eftir því hvaða umhverfislegu áskoranir blasa við okkur. Ég held að það sé svona stærsta einstaka breytan og þá sé ég fyrir mig kannski svona í stóru myndinni 2 kerfi við matvælaframleiðslu. Aukin hlutdeild vottaðs lífræns landbúnaðar tvímælalaust vegna þess að þetta eina kerfi sem að fæst raunverulega við allar þessar áskoranir og hefur sjálfbæra þróun sem markmið. Þannig að það mun aukast og auðvitað þau form sem að líkjast í eða fara í þessa átt. Auðvitað munu opnast náttúrulega ný og geysilega spennandi tækifæri líka sem tengja skógrækt og kolefnisbindingu og svona sem nýr tekjustofn fyrir þá sem að vilja nýta þetta land til að lifa af því. En ég myndi segja líka að svona verksmiðju framleiðsla innan gróðurhúsa, lóðréttræktun og þetta, það muni verða til staðar líka í framtíðinni. Og síðan akuryrkja, plöntufæði, og svo vissulega lykilorð sem verðmætasköpun. Þannig að þetta held ég að verði svolítið samspil þessara þátta. En eins og segi, það sem að mótar þetta mest hlýtur að vera. Ég var nú bara í gær að horfa á hálfgerða hryllífsmynd sem nýja myndin af David Attenborough, sko. Ég meina, það bara verður að snúa þróuninni við og það þarf að gera það mjög ákveðið og það þarf að gera það með skilvirkum hætti. Þannig að ég held að þetta muni verði stærsta breytan í því að móta þetta til framtíðar. Kannski ekki rétt að spyrja hvernig þetta verður til 20 ár því að við þurfum kannski að breyta þessu bara eiginlega fyrr. Ég held að við þurfum að gera þetta miklu fyrr og já, 20 ár við þurfum að sjá þetta gerast hraðar. En það er kannski, þetta getur. Ég held til dæmis varðandi lífrænt að við getum séð mjög mikinn árangur á 5 til 10 árum ef að það yrði einhvers konar stefnumótun og hvatarnir yrðu skoðaðir og svona með stefnumótun og aðgerðaáætlun
En það bara því miður í dag, það engin hvati í kerfinu sem að svona hjálpa fólki inn á þessar brautir. Þetta einstaklingsframtakið eitt og sér sem hefur svona komið þessari grein á stað hér á Íslandi, en það engin hvati umfram tiltölulega stuttan aðlögunarstuðning fyrstu árin, en það engin almennu hvati í landbúnaðarkerfinu sem umbunar mönnum fyrir að rækta með tilliti til umhverfisáhrifa eins og í mörgum öðrum löndum. Þannig að þetta vantar og það þarf svolítið að hjálpa fólki á stað af því að þetta fylgir náttúrulega meiri kostnaður. Það frekar að vera að styrkja fólk til þess að vera í gömlu brautinni. Þetta rosalega fast, einmitt. Það beinlínis verið að ýta fjármagninu inn á einstakar fæðutegundir sem aftur þarf að endurskoða. Akuryrkja svo gott sem óestabliseruð á Íslandi, hún á sér ekki talsmann eða það ekki nóg mikil áhersla þar, en þetta náttúrulega fæðutegundir framtíðarinnar. Sveinn sagði áðan að fólk á höfuðborgarsvæðinu líti oft á bændur sem styrkþega. Hafið þið verið mikil styrkþegar í Vallanesi? Nei, styrkirnir sem við fáum, það út á svona stöku kannski nýsköpunarverkefni, þá sækjum við styrki eins og aðrir og eina svona sem við getum kannski reikna með á hverju ári, að það eru svokallaða jarðræktarstyrkir, en það aftur svona einhver krónutala, ég held að þessi 10-15 skall á hektara, sem að hver og einn getur sótt bara fyrir það að rækta tún eða korn eða eitthvað slíkt. En það ekkert eins og ég segi sem að ýtir mönnum í að til dæmis að stunda lífræna ræktun, það sem að eins og ég segi, svona í þá umhverfis, það ekkert svoleiðis að ræða eins og kerfið byggt upp í dag. Árný, þú ert í samtökum smáframleiðenda matvæla. Hvað heldur að þetta sé svona vísir af umbreytingu landbúnaðarkerfisins í heild eða verður þetta alltaf bara örlítill hluti bænda sem að tekur þátt í þessu eða sérðu að verði svona færsla yfir það að bændur verði frekar með fullvinnslu inni á bílunum sínum, að verði svona bílisvinnsla sem að í einhverju samspili við markaðinn eða fólk, neytendur muni vísa einhverja leið að landbúnaði í framtíðinnar? Ég held að vera aldrei annarkvort eða. Þetta eru bara kerfi sem geta unnið saman og styrkt hvort annað. Frumkvöðarnir verða svo kannski að stærri fyrirtækjum sameinast inn í þessi stærri og þau geta keypt hugmyndir þaðan og fengið hugmyndir. Þannig að það má alls ekki líta á þetta sem einhvers konar samkeppnisaðila, heldur aðila sem styðja hvern annan. Og það sem fólk að sjá betur og betur að Ísland sannkölluð matarkista. Og það eru svo mikið af vannýttum hráefnum og vannýtt tækifæri. Og ég finn það bara að það svo mikil gróska og það svo mikil áhugi fyrir nýsköpun og að nýta þau hráefni bæði sem að hefðbundin og óhefðbundin sem að falla til. Og með allum okkar jarðhita og rafmagni og þá höfum við svo mörg vannýtt tækifæri. Og það bara svo gaman að sjá alla þessa frumkvöðla hringinn í kringum landið. Þetta eru bæði bændur en þetta ekki síður bara smá framleiðendur matvæla sem að kaupa hráefni annars staðar frá bændum og vinna úr því, bæði innflutt og innlend. Þannig að ég segi það, hampurinn eins og þú kannski þekkir, þá það eitt, það jurt sem að við höfum mikið talað að við ættum að skoða betur og rækta hér og gefa okkur tækifæri til að verða sjálfbærir hráefni í iðnað. Mjög umhverfisvæn jurt sem hægt að vinna nánast óendanlega marga hluti úr. Og nú að myndast, þetta bara eitt dæmi nýsköpun. Nú eru 10 einstaklingar sem að rækta hampringinn í kringum landið, svona tilraunaræktun. Og einstaklingar byrjaðir að vinna úr hampinum, ýmsar vörur. Þetta bara eitt dæmi af mörgum sem við höfum hérna fyrir framan okkur. Og þessi tenging á milli neytenda og framleiðandans, hún að aukast. Það auðveldara að kaupa beint af bíli eða beint frá framleiðanda sérstaklega með samfélagsmiðlum. Það er miklu auðveldara fyrir litla einstakling í dag að nálgast sinn kúnnahóp. Og talandi flutning úr borg í sveit og tilbaka, þá
Var mér sagt að árið 2016 og 17 þá fyrsta sinn síðan 1906 sem að straumurinn snýrist við og fleiri sem flutt úr þéttbýli í dreifbýli heldur en öfugt. Þannig að þetta bæði fólk sem hefur búið á landsbyggðinni og sem að núna að fara í nýsköpun, en þetta líka fólk sem að flytja út á land til að vinna að ýmsum nýsköpunarverkefnum. Og það sem gerir fólki kleift líka að gera það þessi tækni. Nú hef ég til dæmis ekki komið í bæinn í 8 mánuði, það hindrar mig ekki nokkuð skapan hlut í einu verkefni sem ég að vinna, ekki nokkuð hátt. Hef sjaldan haldið jafn marga fundi með jafn mörgu fólki og rætt jafn mörg mál. Það skiptir engu máli hvað maður staðsettur í dag og þess vegna getur fólk líka tekið með sér störf og unnið samhliða því að nýsköpunarverkefnum og verið þróun meðfram. Það eru flestir smáframleiðendur í dag sem að gera það sem aukastarfsemi. Það er svona tæknin rífur einangrunina sem kannski var í dreifðari byggðum áður og þegar hún er farin að þá kannski upplifir fólk þá kostina við að lifa í smærri samfélögum og dreifðari byggðum og út í náttúrunni. Já, fólk að sjá og margir orðnir svolítið þreyttir kannski á hraðanum í borginni eins og við bílaumferðinni og menguninni og tímanum sem tók að fara á milli staða og við getum gert nákvæmlega sem við gerðum þar hér en verið í heiðan og ró, þannig bólstað og bjó. Þannig að maður getur haft bæði og þannig að landsbyggðinni býður upp á gríðarlega mörg tækifæri og það eru miklu færri hindranir við að búa út á landi heldur en ég hélt áður. Það er ekkert sem skortur. Ert þú bænum eða? Já, ég fædd og uppalinn þar. Já. Og ég grípa bolta. Já, Gissur. Málið það að við erum að horfa í sjálfu sér á 20. öldina sem einhvers konar svona sentraliseringaröld og mjög margar framfarir við okkur fjölga gríðarlega en það er algjörlega ósjálfbær þróun. Þannig að í rauninni ef við horfum á Ísland í þessu samhengi þá svona þéttbýlismyndunin hún byggir þetta á því að það er innflutningshöfnin sem að styrkjast. Við erum að fara úr því að búa hlutina til sjálf í það að flytja þá inn. Fá svo gjaldeyri gegnum sölu og ódýru rafmagni og einhverju svoleiðis. Í dag þá erum við svolítið að í rauninni horfast í augu við afleiðingar þessa. Hvar eru smit í íslensku samfélagi í dag? Það er í þéttbýlinu. Það er nákvæmlega eins í öðrum löndum. Þetta er ekki sér íslensk þróun. Og í rauninni höfum við vaxið svolítið eins og risaeðlurnar á kostnað áhættu. Það hefur kostað okkur rosa miklu áhættu í svona stór samfélagslegu samhengi. Umhverfismálin spila þarna sterklega inn. Hvaðan í rauninni kemur mengun? Við vitum það alveg. Þetta er stór iðnaður, stór borgir, öll þessi þjöppun, dreifingin, að taka í rauninni orku af einum stað, flytja yfir á annan, taka hráefni af einum stað, flytja yfir á annan, öll þessi stór skala, svona economy of scale hugsun. Sem var mjög, má segja, góð í svona hernaðar átökum 20. aldar þegar við vorum að safna herjum og voru risaveldi og annað slíkt. Þetta er bara ekki raunin í dag. Þannig að það verður að fara að hugsa þessa hluti. Þetta er ekki spurning um það hvort við eigum að halda öllum dölum í byggðum sem þú spurðir á það. Þetta er spurning um það hvort við höfum efni á því að nýta ekki auðlindirnar sem eru víða land í fólki og í öðrum. Þetta er umræða sem svo sem er víða núna, það er skilvirkni, alltaf var hort á skilvirkni hluta en núna er fólk kannski horfað frekar á seglu, þessi kerfi sem getur farið í gegnum erfiða tíma og nefnir til dæmis svona plágur, en það er líka bara alls konar umrót og slíkt og þá skiptir kannski máli að byggðina víða og fleiri að leita að einhverjum lausnum víða. Þetta er sjónarmið sem eiginlega bara til okkur tíma. En Oddný, að því að þú ert í þessu hlutverki að vera í samtökum smáframleiðenda og ímyndum okkur að sé ykkur að hlusta núna sem að svona átta sig ekki á því hvað það er, þekki kannski eitt bónda sem er að selja ykkur af vöru. Getur þú nefnt svona ykkur að dæmi fleiri en hampinn það, hvers svona sprotar þetta eru? Félagsmenn í samtökunum? Já, en hvað er verið að búa til? Þetta er bara allt á milli himins og jarðar. Það gefur smá hugmynd. Og já, við erum hugsuð sem regnhlífarsamtök, smáframleiðenda matvæla land allt, hvort sem er á lögbýli, í bæ eða borg, eða landsbyggð,
hvort sem vinnur eigin hráefni eða annarra hráefni. Þetta fólk sem að framleiða þetta kjötvörur, fiskafurðir, mjólkurvörur, ís, jógúrt, skyr, sinnep, súrkál, súkkulaði, þetta úr þara, fæðubótarefni, þetta er nánast hvað sem manni dettur í hug, sko, brauð, keks, þetta er öll flóran og þetta eru framleiðendur sem eru með eigin verslun, selja bara eingöngu frá sjálfum sér, selja í verslanir, sumir í stórverslunum, aðrir í minni verslunum eða bæði. Og það eru sífellt að fjölga tækifærum fyrir þessa smáframleiðendur. Það er svo mikil vakning og áhugi á þessum svona, eins og ég segi oft, gourmet vörum, sérstöku vörum sem eru aðeins öðruvísi. Þannig að það er að spretta upp verslanir eins og Gott og blessað í Hafnarfirði, Nándin. Síðan við erum í samstarfi Krónuna að hafa svona sérstakt svæði fyrir vöru smáframleiðenda sem er kallað matarbúrið. Hnossgæti frá íslenskum smáframleiðendum. Og það er einmitt eitt af hlutverkum samtakanna er að styðja félagsmenn að koma sínum vörum á framfæri og til kúnans. En eru bændur þá að fá hærra verð fyrir vöruna sína eins og kannski sauðfjárbændurnir í Rockefort sem að fá líklega mest út úr mjólkulítranum sínum af öllum sauðfjárbændum í heiminum, eða eru þeir að taka inn á bílinn þá vinnu sem að vanalega fór fram í sláturhúsum og kjötvinnslum og að taka á sig bara þá vinnu sem hvort sem er runnin. Eru menn að ná því að búa til virðisauka í kringum brand eða gæði? Já, fólk að í stað þess að senda frá sér leggja allt inn, þá það að taka hluta heim og vinna verðmætari afurðir úr því og geta margfaldað það virði sem þeir fá úr sínum afurðum, bara margfaldað. Þú veist, því meira sem þú vinnur það, því hærra verður ferðið fyrir það, þú veist, grafið og reykt og svo framvegis. Ærfíleg, til dæmis, þú fær ekkert fyrir nokkra vetra ær ef þú leggur inn í sláturhúsinu, ef þú vinnur, grefur, selur grafið ærfíli, þá færðu meira fyrir eitt fíli heldur en alla ána. Þannig að þetta er, já, eins og ég segi líka bæði bændur sem við erum með svínabændur, nautgripabændur, mjólkurbændur og kúabú og sjálfsögðu fjölda sem að vinna úr sauðfjárbú sem eru í okkar samtökum. Og að vinna þá afurðir úr þeim og þetta já, þurrkað hrossakjöt, þú veist, pesto, sultur, síróp. Við erum með, ef að fólk fer inn á vefinn okkar, samtök smáframleiðenda matvæla sem er SFM og fer undir samtökin, þá er þetta að smella á félagsmenn og þar sjáu þið lista yfir, við erum núna orðin 90 félagsmenn með fulla aðild og ríflega 40 með svo kallega auka aðild. Það eru þeir sem styðja markmið samtakanna en eru ekki smáframleiðendur sjálfir. Þú veist, það er popcorn, sko, það er grafinn þorskur og seiði, kjötseiði, já, brauð og kökur og keks. Þú veist, fólk sem er að vinna úr grænmeti sem er að rækta svona alls konar hliðarvörur, þú veist, aftur eins og sultur og gulrótarmauk. Já, ég er bara svona velti fara svona niður spírur og já, þannig að þetta er eiginlega óendalegt. Beef jerky, þú veist, ostasnakk og það sem að fólk svona færi hugmyndir og hefur aðgang að hráefni. Það er að veiða fisk annaðhvort árstíðabundið úr nálægu vatni eða fær fisk úr litlu eldi nálægt sér eða þess vegna sjókvíaeldi og vinnur úr því afurðir og ólíkar og fjölbreyttar, mjög fjölbreyttar. Við heyrum það, þakka fyrir að stundum er betra að fá svona einhverja mynd af því sko, hvað þetta er frekar en að vera. Já, og geita, ég má ekki gleyma þetta, við erum nokkra geitabændur sem er að vinna og það er nú eitt sem Íslendingar að kynnast meira og meira, það er bæði úr kjötinu, afurðir og svo mjólkinni og það er félagsmaður til dæmis, Háafell geitfjársetur sem vinnur bara úr öllu dýrunu, mjög fjölbreyttar afurðir og skinninu og svo tínir jurtir og setur það í vörurnar og býr til, þú veist, nyrsti vöru eða smyrsl og krem
og slíkt og fólk svo eru nokkrir saltframleiðendur líka sem að vinna sjávarsalt og bæta út í það jurtum og fleiri sem dæmi, hampsalt og snakk og já, pulsur hafari þetta er alveg einstakt mjög greina gott hjá þér. Við áttum okkur á því að þetta er eiginlega alls konar og rúmlega það. Og já, kombucha, drykkir og svona, þannig að það er óskaplega gaman að fylgjast með þessu fólki og við hefum núna verið að halda fundi til þess að ræða skilgreiningu á matarhandverki, kom okkur saman reglur fyrir vottun íslenskt matarhandverk og það er verið með 6 hópa í ólíkum flokkum, kjötvörur, fiskafurðir, mjólkurvörur, rís, orðbei, jurtaafurðir og drykkir og bakstur og það er svo gaman þegar þetta fólk kemur saman og fyrir að ræða saman að þá koma hugmyndir, og það sem eitt af markmiðunum með þessu er að stuðla aukinni nýtingu innlendra hráefna, vannýttra hráefna og hráefna úr héraði og margir sem að vinna kannski einhverja afurð, kjöt eða fiski sem dæmi, en að nota innflutt hráefni í það en hafa kannski ekki velt fyrir sér að það séu til líka íslensk hráefni og það sem við erum að reyna að gera er að búa til tengingar á milli þessa fólks, þannig að þið fara og að þetta er alltaf hvort kemur undan hænan eða ekki þegar þú að ræktir eitthvað áður en það kemur eftirspurn eða kemur eitthvað til þín og segir, heyrðu, það verður nú gaman að geta að nota íslenskt svona, getur þú ræktað það fyrir mig? Það eru þessar tengingar sem við erum að búa til og eins að hugmyndir fara á milli, það sem að fólk sem við kannski verið að nota jafnvel einhver e-efni sem allt í einu heyrir, já, þú getur leyst það svona, þú þarft ekki að nota þetta, ég ger þetta bara svona. Þannig að það er búið að vera virkilega góðar umræður þar sem að fólk er að læra hvert af öðru og byrja að mynda tengsl og geta fólk byrja að eiga viðskipti sín á milli. Þetta er svona torg þar sem að fólk í nýsköpun hittist og þá kveikna nýjar hugmyndir. Já, akkurat. Herðu, en við erum komið svona mynd af því hvernig þið sjáum landbúnaðinn eftir 20 ár, en með okkar ef maður byrja á þér aftur Sveinn, ef að þetta er svona markmiðin og leiðin, hver á að marka stefnuna og tryggja þetta verði? Það er náttúrulega, við vitum að það eru svona viss öfl sem eru kannski geta verið hindranir á leiðinni sem að standa gegn breytingum. Hvernig ætti að framkvæma þetta? Sko ég eins og bara aðra stefnumótun í mínum huga þegar kemur að atvinnulífinu. Hverjir eru alla jafna bestir í því að reka fyrirtæki? Er það stjórnmálamenn? Er það eftirlitseinaðurinn? Ég veit ekki, Bjarni Ben reyndi hann við N1 og það gekk ekki vel, ég man ekki eftir fleiri dæmum. Nei, það er alveg svona að finna dæmi sko í margar áttir, en ég held að skipti rosalega miklu máli að þetta samtali mitt sem Oddný er að lýsa, það er auðvitað það sem markar stefnuna í raun og veru. Þarna koma hugmyndirnar. Oddný er auðvitað að lýsa, sko maður segja, því hvernig klasar geta unnið og auðvitað er það sem að svona áhugaverð þessi umræða, sko, smjörklípu nálgun á ummæli Kristjáns Þórs varðandi lífstílinn. Það er lífstíl að vera bóndi. Alveg nákvæmlega eins og það er lífstíl að vilja nýta hlutina. Vilja vera umhverfisvænn og svo framvegis. Og það er með þessi lífstíl sem að tryggir í rauninni framþróunina. Þess vegna er ég þeirrar skoðunar að það eigi í rauninni að marka bara ramman, hafa hann tiltölulega víðan og einmitt ekki beina fólki í einhverja skurði eins og við kannski höfum verið að gera. Og síðan þegar því er náð þá á bara að tryggja eðlilega samkeppni, það er auðvitað samkeppniseftirlitsins að tryggja eins og í öðrum atvinnugreinum og leyfa framleiðendum, frumkvöðlunum í landbúnaði að vinna, tengja sig við markaðinn. Og eftirlitið á ekki að vera kannski í þessu, ég veit ekki eins og hvað ég á að kalla þetta, sko, hvar eftirlits, ef við tökum bara til að kæruna á hendur mér. Þetta er einhvers konar svona bara útópía og einhvers konar furðuleg sýn á hlutverkið. Það hlýtur að þurfa að vera einhver ákveðin leiðbeining, samtal á milli eftirlits og svo þeirra sem eru í atvinnugreinunum. Og þá er ég ekki að tala um einhver spillingu, alls ekki. Ég er ekki að tala um að sko, þeir sem séu í atvinnugreinunum stýri því hvernig eftirlitið funkar, engan veginn. Heldur að menn átti sig á því, eigi samtali, eins og Oddný nefndi á það,
hægt að skipta einu efni út, segjum rótvarnarefni, fyrir eitthvað annað sem hefur minni umhverfisáhrif, betri áhrif á heilsun og svo framvegis. Þetta samtal þarf að eiga sér stað. Þannig að þetta ofsalega mikið spurningu, þá erum við tilbúin að vera í samtali á jafnréttisgrundvelli eða ætlum við að láta einhverja aðra hagsmuni í rauninni ráða ferðir. En Oddný og hennar félagar eru að móta svona stefnu og finna lausnir. En við vitum það svo kannski einhverjum öðru húsi, þá setjast stjórnmálamenninni niður við formenn hagsmunasamtaka bænda og raunverulega móta ykkur stefnu og þar eru jafnvel á bakvið fulltrúar nokkura risa fyrirtækja sem eiginlega brotna yfir íslensku landbúnaði sem bara KS og SS og MS og kannski bara komið með 90% á markanum. Sölufélag garðyrkjumanna. Markanum eins og hann var. Eins og hann núna. Eins og hann var skipulagður í rauninni í þessu miðstýrða kerfi sem við byggðum upp, alveg hárrétt. En það nákvæmlega það sama í rauninni tækniframfarir, við erum ekki tala mikið tækniframfarir hérna. Þær eru þetta alveg eins og umhverfisáhrif að fara að hafa gríðarleg áhrif á landbúnað og kannski meiri heldur en umhverfisáhrifin ein og sér, þetta samspil að sjálfsögðu. Það algjörlega, það útópískt að halda að miðstýrðar einingar, stór fyrirtæki eins og kannski þú nefnir, muni ná að halda í við tækniþróunina sem eiga sér stað. Sjáum þetta í öllum öðrum greinum að við skoðum listan yfir 10 stærstu fyrirtæki í heimi 2008 og svo 2018. Það eru meira og minna öll fyrirtækin horfin af listanum á þessum 10 árum. Það af því að menn eru bara þunglamálegir og menn ná ekki að keyra hlutina nógu hratt. Og þess vegna í rauninni eins og í Bandaríkjunum í dag sjáum við Tyson Food vera stóran fjárfesti í sem sagt Beyond Meat fyrirtækinu sem að framleiða hamborgara úr engu kjöti. Hlutabréf útboð upp á milljarða dollara. Þannig að það eru litlu aðilarnir sem að Oddný er að nefna sem í rauninni búa til möguleikana fyrir stóru aðilana til þess að þróast. Nákvæmlega eins og í rauninni varðandi heimaslátrunina að ef að svo fer fram sem horfir þá verður engin grundvöllur fyrir sláturhús til að vinna á Íslandi af því að það eru engin sauðfjárbændur eftir. Það ekki góð framtíð fyrir það ekki góð framtíð fyrir bændur, byggðamál, sláturleyfishafa, né nokkurn annan. Og þessar tæknibreytingar lýsa sér meðal annars í breyttum Vesturnorðurlöndum. Og það það sem að Oddný að koma inn á líka og var þetta partur af verkefninu sem var nú í rekstri þarna á Hofsósi að nota orkakeðjutæknina, blockchain-tæknina til þess að miðla upplýsingum til neytenda frá bændum. Það eru ógrynni upplýsinga, burðardagur, kyn, fallþungi og fleira sem verður til í ferlinu og þá í sláturhúsinu. En neytendur fá ekki sjá þetta. Af hverju ekki? Hafa engin neytendur áhuga upplýsingum? Ég bjó í París í 1 ár og slátraranum mínum að þá var alltaf mynd af nautinu sem var í borðinu. Mynd af því í lifanda lífi. Það var þannig Og það náttúrulega, þar til gamla kerfið í matvæladreifingu þar sem að bóndinn þekkir byrgjan sem að þekkir kaupmannin sem að þekkir viðskiptavinnin og þetta náttúrulega aðferð við að dreifa vöru og matvælum þar sem þú þarft raunverulega ekki síðasta neysludag eða innihaldslýsingu eða neitt því þetta byggir upp á mannlegu traustkeðju sem að bara klikkar ekki náttúrulega. Við þurfum ekki hitt nema þegar hún brestur Nákvæmlega og það sem mikilvægt að hafa í huga að kerfið okkar, matvælalöggjöfin sem hefur verið í gildi í Evrópu frá 2002 og hér frá 2010, hún byggir á þessu prinsipi. Hún byggir á því að við eigum að geta rakið okkur, lið fyrir lið, vita hvaðan varan kemur. En þetta brotið. Þannig ég í rauninni ætla bara að segja að ef að einhver að brjóta reglurnar, þá eru það þeir sem ekki miðla upplýsingum og þá í samhengi eftirlits, þeir sem ekki tryggja að upplýsingum sé miðla. Eygló, það eru smærri aðilar sem eru í að umbreyta íslensku landbúnaði í kannski smáum skala miðað við hinar stóru. En það eru þessi stóru aðilar á markanum sem að raunverulega drottna yfir honum, yfir langstæðstum hluta og kannski að því þeir eru búin að vera svo lengi í þessu að þeir eru hálfgerð aðskotadýr í upphafi við að búa til ykkar framleiðslu til hliðar við eitthvað sem að
raunverulega landbúnað sem kannski kerfi sem svolítið svona outdated. Hvað Þegar þú ert að tala stóra aðila þá ertu meira að vísa í kjöt, eða ekki? Og í svona... Já, þetta svo MS og og náttúrulega, ég veit ekki hvað þetta slátrað á mörgum stöðum nú orðið og svo náttúrulega verið að keyra mjólk alveg 100 kílómetra, það verið að keyra sauðfé alveg 100 kílómetra, þetta alltaf að verða stærra og stærra og færri stöðum og þar nefndi fjær bóndanum og hann hefur kannski minni völd og hann ótengdari neytendunum og öðru slíku, þannig þetta er náttúrulega, en hvar verður svona breytingin? Eru bændasamtökin, þessi umræða þar innandyra? Eru þau svona í lifandi umræða þróun landbúnaðarins eða það bara svona eins og kannski við sem erum langt frá þessu fáum á tilfinninguna það sé bara varðstaða óbreytt kerfi? Ég held að þau séu óhjákvæmilega lifandi vettvangur fyrir þróun og slíkt. Þetta er mjög virkur félagsskapur þannig. En ég held að því að við vorum að tala komst inn á stefnumótun áðan og hvar á hún að fara fram og svo framvegis, af því að þetta er náttúrulega stóra orðið í dag, það er landbúnaðar stefna og svona stefnumótun, hvar á hún að fara fram. Það er náttúrulega bara rosalega mikið í húfi fyrir okkur sem þjóð að okkur takist að dreifa verðmætasköpun landið og efla verðmætasköpun landið og dreifa þessu. Ísland er rosalega óvenjulegt land á því leytinu til að það eru 65-70% þjóðarinnar sem búa á einum bletti. Nefndu mér land í Evrópu sem með svona mikla samþjöppun, með einn svona stóran markað til dæmis. Þessi samþjöppun held ég að bara eigi sér ekki samlíkingu í öðrum Evrópulöndum. Þannig að við erum svo háð öllu þessu markaðsvæði og eigum ekki heimamarkað. Það er rosalega mikið í húfi að dreifa þessu. Og síðan það þetta form að þegar að frumframleiðsla og fullvinnsla fer saman að þetta er svo ákjósanlegt út frá umhverfislegu tilliti, til dæmis, nú tökum okkur, kannski, ég get aðeins sagt ykkur frá því að með með fullvinnslu, við erum með ræktun, við erum með fullvinnslu, við erum með veitingastað og við erum með lífræna ræktun. Það er ekkert sem fer til spillis. Framleiðslan fer fram á ræktunarstað, allt hráefni nýtist, ljóta grænmeti fer í veitingastæðin, afskurðurinn fer í safnhaugin og aftur í ræktunina, þannig að ein flutningsleið sem algjörlega skorin út. Þetta er svo hollt módel, þannig að ég held að þetta samspil á eftir að aukast og það er mjög mikið í húfi fyrir okkur að þetta takist. En af því að Ísland er svona skringilega vaxið að þessu leyti, þá þarf rosalegt átak að breyta þessu. Segullinn suður til Reykjavíkur er svo sterkur, þetta er svo niðurnjörvað og ofboðslega sterkur segull, að það þarf mikið átak að brjóta þetta upp. Og það gerist, akkurat, hverjir fara með stefnumótuna, mér finnst þetta mjög góður punktur sem að Sveinn kom með, það er náttúrulega fólki sem að gera þetta. Og hvað þarf að gera? Það þarf að veita því frelsi. Það þarf einmitt að vera með heilbrigðan ramma, en það þarf frelsi. Og það er ekki þar með sagt að hver einasti maður fara að gera alla hluti og það verið slátur hos hverjum bæ og fristari á hverjum bæ og svona, verður ekkert svoleiðis. Fólki finnur út úr þessu, bara finnur út úr þessu. Og það fer að vinna saman og gera En Eygló, má ég spyrja þig, að þú talar frelsi, hvar hafið þið rekist á eitthvað? Við höfum ekki rekist á neitt nema frelsi, fullt frelsi þannig á okkar sviði. Við erum ekki niðurnjörfuð í hefðbundna búgrein. Það er fullt frelsi í boði þar. En það sem er erfitt að eiga við, það er aðstöðumunur og þessi strúktúr varðandi hvað landsbyggðin er veik. Fjármagnið er jú eins og þið vitið í höfuðborginni, fjárfestingar í landbúnaði fyrir ekki hvar eru þær. Þannig að þetta er svo, staðan er svo skakk og eins og ég segi, það er svolítið átak að dreifa þessu og upp á að mér finnst stjórnmálamenn hljóta samt að leika lykilhlutverk í því. Þeir eru vörslumenn fjármagnsins, skattiningana okkar og það er náttúrulega þeirra hlutverk að beina því fjármagni inn á þær brautir sem við þurfum að fara í framtíðinni. Og það gerir það engin annar heldur en þau.
og það var Eru þið of langt frá Reykjavík? Þú sagðir þetta verið ekki ykkar heimamarkaður? Það sem Eru þið of langt frá Reykjavík? Já, við erum í fjórðungi þar sem að búa 10.000 manns. Á öllu Austurlandi búa 10.000 manns. Þetta milli 2-3% þjóðarinnar. Þetta hefur náttúrulega verið þannig að við sendum eiginlega allar okkar afurðir frá okkur og til Reykjavík og þar bara gildir ákveðið náttúrulögmál að það er dreifbýlið sem að borgar fyrir þessa flutningsleið fram og tilbaka. Þannig að það svona ákveðin skekkja og síðan, og svo bara svona innviðir eins og við erum á köldu svæði, það er dýrt að kynda hús og það er ekki komið ljósleiðari, þetta er svona samskipt, svoleiðis hlutir. Ég er svo talandi byggðamál, ég er alltaf svolítið svona með augun á svona, bara að jafna stöðuna. Byrja þar. Þetta er svona réttlætismál að allir búi við sömu svona, grunn kerfi í samfélaginu, rafmagn, hita, fjarskipti. Akkurat. Þú veit ekki fara fram á meira en það. Nei, og svo bara, og við áttum okkur á því eins og ég segi, sko, þetta er svo sterkur segull og þetta er mjög brothætt, þetta er mjög viðkvæmt það má ekki trufla fólk mjög mikið í því sem það er að gera út á landsbyggðinni og reyna að búa til og bera virðingu fyrir því þegar fólk er að reyna að gera eitthvað. Vegna þess að það er alveg nóga margar áskoranir að fást við, sko. Þannig að við verðum að, þetta er svona. Ég baði Oddný áðan að nefna dæmi framleiðslu hjá smáframleiðendum. Má ég spyrja þig, Eygló, hvað er þetta fyrirtæki eða bú eða hvað á kallir þetta? Hvað er þetta stórt? Hvað er þetta með mikið fólki í vinnu eða getur nefnir svona hugmyndum svona hvers konar fyrirtæki þetta er? Já, við erum sem sagt ræktandi og fullvinnslu aðili. Við erum ræktum plöntur í lífrænni ræktun og stundum fullvinnslu á því. Við erum í því að búa til okkar vörumerki sem heitir Móðir jörð og við erum með fjöldamarga vörulínur undir því. Og í raun og veru allt sem við kemur lífrænni ræktun og plöntum og fullvinnslu er eitthvað sem við fáumst við. Og þetta er stórt í hekturum en ekkert svo aðalega mannfrekt þannig. Við erum með 440 hektara jörð og þetta er svona 80 hektarar í akurísku. Svona nokkri hektarar í grænmeti. Við erum ekkert voðalega stóri í neinu kannski nema korninu. En það sér í lagi bara vélvætt. Þetta er náttúrulega gert í stórum vélum. Og hjá okkur starfa svona lágmarki, við erum svona lágmarki 4-5 yfir kaldasta tíman og svo svona kannski 7. Bætum við svona 2-3 yfir sumari því við erum með kaffihús og ferðaþjónustu og svoleiðis. Þannig að þetta er umlega bara lítið fjölskyldufyrirtæki. Já, það má segja það bara klassískt íslenskt lítið fyrirtæki. Og einn af félagsmönnum samtaka smáframleiðenda matvæla. Þannig að mér langar að grípa þennan punkt með nærsamfélagsneysluna. Það er eitt sem mér finnst svo mikilvægt að við einbeitum okkur meira að auðvelda neytendum að kaupa vörur úr nærsamfélaginu, að vera ekki að flytja þær landshorna á milli þegar þeir eru ræktaðir á svæðinu og búa til þessar tengingar, þessar flutningsleiðir. Allt sem við sendum frá okkur, frá Djúpavogi, fer fyrst til Reykjavík og svo aftur tilbaka. Við erum að selja okkar eigin afurðir og ef ég ætla að senda eitthvað á Breiðdalsvík með pósti eða með flytjanda sem er 20 mínútna akstursvarlega hjá mér, þá fer það fyrst til Reykjavíkur og síðan fer það til Breiðdalsvíkur. Og þetta bæði póstur og pakkar. Þannig að við vorum að senda frá okkur lambakjöt núna daginn og fyrst fór það til Reykjavík og svo aftur tilbaka á Suðurlandið. Þannig að þetta er eitthvað sem, og við ég nefndi samstarfsverkefni okkar með Krónunni, samtaka smáframleiðenda, en við erum líka að fara á stað með samstarfsverkefni með Kjörubúðinni, sem hluta af samkaupsamsteypunni og það gengur einmitt út af það að finna smáframleiðendur í kringum kjörbúðirnar sem eru verslanir á minni stöðum og sjá til þess að þeirra vörur séu seldar í þeim í staðan fyrir að vera að flytja það kannski frá einhvers staðar annars staðar frá landinu og merkja það sérstaklega. Það er tilraunaverkefni hérna á Djúpavogi sem er í gegnum tengslu við Sittarsló hugmyndafræðina sem að bærinn vinnur eftir. Og bara leið og þessar vörur sem eru framleiddar á svæðinu voru sérstaklega merktar í versluninni, þá margfaldaðist salan á þeim.
Og svo eitt sem langar svo að koma að sem mér mikið hjartansmál að landbúnaðurinn þróast í og það þetta frelsi að ef að ég á jörð eða get leigt mér jörð eða bý á jörð þá get ég hort á hvaða jarðgæði hefur hún, hvað verður gott að rækta að gera hér, hver mín menntun, reynsla og þekking og áhugasvið, hvað vill neytandinn, hvert samfélagið að þróast og þegar ég búin að skoða þetta allt saman og reikna þetta saman, hver langt ég til dæmis frá markaðssvæðinu Reykjavík, þá ákveði ég, ok, þetta ætla ég að gera. Og það þannig sem ég langar að ég myndi vilja að landbúnaðurinn þróaðist, að fólk gæti séð tækifærin og það náttúrulega alltaf best að fólk getur unnið að einhver sem það verður ástríð og áhuga fyrir og byggja þannig upp og geta þá fengið einhvers konar stuðning byggt og bara viðskiptaáætlun. En nú spyr ég, en þetta ekki svona, eitthvað sem að segir, já, Oddný mín, það getur vel verið að þú vilja hafa þetta svona, en ég vil frekar að gera þetta. Það þannig kerfi? Já, þetta þannig að það ákveðin kerfi, stuðningskerfi í landbúnaðinum sem að hefur stýrt fólki. Hvar geti fengið stuðningsgreiðslur? Hvað má ég? Ok, ég þarf að fara í þetta vegna þannig að kerfi byggt upp. Þannig að sko núna það meira þá bara sækjum inn á þessa styrkina eins og Eygló var að nefna, en að við bara endur hugsa þetta frá grunni, að við viljum að það sé verðmætasköpun, við viljum verða sem sjálfbærust matvæli og rækta sem fjölbreyttastar bæði nýtt í jurtir og sem sagt vera með búfjáreldi og við svona reynum að stuðla að því að stuðningskerfi landbúnaðarins stuðli að því að þetta verði sem fjölbreyttast en stýra fólki ekki inn í bara ákveðin fyrirfram mótuð kerfi. Eins og var kannski á 2000-öldinni að þá þurftu bændur fengu borga fyrir að ræsa fram mýrar og fengu borga fyrir svona alls konar hluti sem að kerfið studdi á þess að það væri kannski það sem að bóndinn helst vildi. En mér langar að því að þú nefndir þarna matvæladreifingun og söluna að stórmarkaðurinn, hann náttúrulega ekkert svo gamalt fyrirbrigði á Íslandi og það raunverulega hann sem að umbreytir allri matvælaframleiðslu af því að stórmarkaðurinn var mjög erfitt með að taka, þú nefndir þarna svæðisbundin mat eða mat sem árstíðabundin, að stórmarkaðurinn eiginlega smíðaður í kringum það sé alltaf sama varan á sama stað og stórmarkaðurinn að berja niður verð og þrýsta á byrgjana sem að leiði til þess að þeir verða alltaf stærri og stærri og svo endan með því að flutningsleiðina verði lengri þannig að sömuleyti væri hægt að horfa á þróun matvælaframleiðslu svona seinni hluta 20. aldar út frá að stórmarkaður raunverulega kallar á tiltekna tegunda byrgjum og þurrkar út allt sem árstíðabundið og annað slíkt. Er það ekki raunverulega líka hluti af mótun matvælastefnu, hvernig það eitthvað, ekki bara landbúnaðarstefnu? Væri raunverulega dreifing og sala ekki síður og af því að þið talið svolítið stöðun út á landi þar sem ákvarðanir svolítið teknar fyrir sunnan að þessar matvælakeðjur eru meira og minna reknar frá Reykjavík og það eiginlega bara örfáir staðar á landinu þar sem að maður fer, ég held að væri þannig í Neskaupstað og var að hugsa að það ennþá smá leifar af sjálfstæði Neskaupstaðar af því að búðin heitir eitthvað annað og það sagði nei, þetta er bara hluti af króninni, það bara með gamla nafnið ennþá. Þannig að það raunverulega allt kerfið eins og þeir að lýsa rekið frá Reykjavík og svolítið byggt upp á því að vera með kannski sömu línu og úrvali allstaðar. Þetta að breytast. Verslunin líka átt að sjá í að neytendur vilja kaupa þessar vörur og sjá tækifæri til að selja þær og vilja aðlega sig að breyta markaði og það má ekki gleyma því, unnum svolítið mikið í smásölunni, að frumkvæðið hefur af mörgum nýjum vörum sem við sjáum á íslensku markaði hefur komið frá versluninni. Verslunin skoðar hver eru trendin, hvað er fólk að biðja spyr jafnvel á sínum samfélagsmiðlum, sér hvað er að gerast út í heimi á sýningum og þeir hafa svo sambandi sín að byrja sig, getið þið framleitt þetta fyrir okkur. Þannig að það má aldrei gleyma verslunin í vöruþróun hér á landi að hún hefur líka tekið virkan þátt og jafnvel kannski gert meira heldur en sumir af okkar stóru framleiðslu aðilum hafa gert sem að stundum hefur kannski verið lítil stöðnun í en þaðan hefur líka þróunin komið og þau aðalega sig eins og til dæmis þetta matarbúr í Krónunni að þá eru þau að setja upp svæði þar sem eru þessar árstíðabundna vörur og þær eru síbreytanlegar og þær eru aðeins öðru verði en það eftirspurn eftir því og þess vegna verður verslunin og vill verslunin bjóða það. Ég tók eftir þessu þegar stutt eftir hrun og það færðist ég upp eftir allri strönd Noregs og fór þar í hvert einasta bæ og krummaskuss
og þá var þetta þótt að sko væru stóru keðjurnar sem ætti til alla verslanirnar, þá var þetta yfirleitt alltaf fremst í búðunum. Það var matur frá nærsamfélaginu, bæði, þú veist, eitthvað sem að þurfti ekki kælingu og svo var kælir og svo var fristir, þar sem að það var eiginlega fyrsta sem að maður gekk að. Ég sammála þessu fyrir ekki, ég tek undir þetta með Árni, mér finnst maður hafa séð sko, þetta var, nú ég búin að vera í þessu hlutverki í 10 ára og það ýmislegt sem maður svona mælir og horfir tilbaka á þessum tímapunkti, en mér finnst sko á þessum tíma þá hefur, sko í byrjun var þetta alveg gjörsamlega niðurnjörvað, þetta hefur verið að breytast undanfarin ár og það er rosalega mikilvægt einmitt að þessi staðir sem að jafnvel bara taka svo mikið pláss í þessum þorpum að þau skilji sko mikilvægi sitt í því að hjálpa fólkinu að í þessari virðiskeðju og þetta skiptir öllu máli að það séu heimamarkaðir í þessum plássum. Þannig að þetta hefur verið að þokast, ég er alveg sammála. Já, ég er algjörlega sammála því og ég held kannski einhverju leyti að sko við eigum að taka umræðuna upp úr því að þetta séu andstæður. Verslun á Íslandi í dag styðst við frumkvæði smáframleiðenda sem selja beint. Alveg eins og smáframleiðendur styðjast við stórar verslanir. Þess vegna er ég, sem sagt, ef við horfum á þetta svona í einhverju samhengi, það er ekki að mínu mati rétt fyrir lítið samfélag eins og Íslandi að stilla höfuðborgarsvæði upp sem einhvers konar andstæðu eða óvinni við aðra byggð. Það er bara mikilvægt að horfast í augu við staðreyndirnar og staðreyndirnar til að mynda eru þær að þú nefndir nú hrunið, langstærsta eigna tilfærsla Íslandssögunnar á sér stað í hruninu í gegnum afskriftir skulda og hún er það sem áhættan hafi verið mest og það var á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er engin spurning um það sko, í einhvers konar stærðar samhengi þá er landbúnaðarkerfið algjört hjól í stærð miðað við þessa tilfærslu eigna. Það er hins vegar bara líka mikilvægt að átta sig á því að sko, já, það eru 65-70% á höfuðborgarsvæðinu. Við horfum á svæði frá Hvítá til Hvítár. Það eru 85% þjóðarinnar sem búa á þessu svæði. Þetta er í rauninni eitt vinnusóknarsvæði meira og minna og í aftur kerfislegu samhengi þá er þetta bara allt of áhættusamt. Eini raunverulegi þéttbýlisstaðurinn sem er mótvægi við þetta er í rauninni Akureyri. Og það er mjög mikilvægt að styðja við í einhverju stærra samhengi kjarna, segjum bara eins og Akureyri, og svo aðra kjarna út frá því og vera með þessar tengingar. Og í því samhengi langar mig til að nefna, ég veit ekki hvort að þú leiðréttir mig Eygló að ég hef rangt fyrir mér, en ég þykist vita að þið hafið plantað nokkrum trjám sem að í rauninni búa til skjól fyrir Akureyrkjuna. Það er skjólið sem þarf til þess að auka uppskeruna án þess að bera á áburð, dýran innfluttan áburð. Í því samhengi þá þurfum við að horfa í rauninni á þessar auðlindir sem við erum með. Ég hef horft á það, og ég tengdist sjávarútvegi í rauninni mun meira sem forstjóri Matís heldur en landbúnaði, þangað til við fórum í stefnumótun 2015 og ég fór að gera aðra hluti. Ég hef horft á það að menn setji slóg í höfnina á tilteknum stöðum við hliðina á áburðinum sem við verðum að flytja til bænda. Vitið þið hvað er í slógi? Annað en áburðarefni. Þannig að þetta snýst ofsa mikið um það hvernig getum við komist út úr þessum skurðum og náð samhenginu. Unnið saman, kallar og konur, landsbyggð og höfuðborgarsvæði, ungir sem aldnir og horft á staðreyndirnar og ef við horfum til staðreyndanna, við búum til svona 180.000 tonn af mat fyrir utan sjávarútveg á Íslandi í dag. Af því eru 150.000 tonn mjólk og 30.000 tonn kjöt. Svo er grænmeti að ég man ekki tölurnar það eru tiltölulega lágar. Til þess að búa þetta til, þá flytjum við inn rétt 100.000 tonn af kjarnfóðri og 50.000 tonn af áburði. Þetta er ekki fæðuöryggi. Það getur vel verið að mig kalla kerfið okkar örugt í samhengi matvælaöryggis, food safety, en kerfið okkar er ekki fæðuöryggt. Þetta er heldur hljómar ekki eins og landbúnaður, þetta hljómar eins og innframleiðsla sem þú kaupir afurðir öðrum, setur það inn í annan endan
og kemur svo með unnar afurðir út úr hinn endan. Landbúnaður ætti að vera það sem hann verður til einhvern veginn á jörðinni og upp úr moldinni, en það þarf ekki svona stórkostlegan kaup frá byrgjum til þess að er það ekki hugmyndum með landbúnaði, hann verði þessi ræktun frekar heldur en að þú það á sér út af staður kaupir hráefni og býr til afurðir. Það á sér staður ræktun, bæði á Íslandi, segjum í akuryrkju sem þarf áburð, og það er engin spurning um það, við búum á mörgum stöðum við það að það þarf bara verulega mikið magn næringarefna, nitur, kalíum og fósfor. En þessi næringarefni, þau eru unnin í námum í Marokkó sem að klárast, sérstaklega fósfor. Þess vegna það heldur ekki fæðuöryggi í stærra samhenginu að fara þessa leið. Að þessu sögðu, og við verðum að hafa það í huga, að það eru öll landbúnaðarkerfi í heiminum, allavega sem ég veit sem njóta styrkja. Evrópusambandið er með stórt styrkjaumhverfi kringum landbúnað, Bandaríkin eru með gríðarlega stórt og hlaupa undir bagga. Það hafa orðið í rauninni mikla tilfærslur á eignum, landareignum þar, gríðarlega stór fyrirtæki. Sömu fyrirtæki eru að ryðja regnskóga eða eru með leppa að ryðja regnskóga í Brasilíu. Og ég hef til dæmis gengið með þýskum kunningja mínum sem að þetta nú verið til, benti mér á stöðuna í Þýskalandi. Þar voru bændur sem fengu greitt fyrir að búa til korn sem var notað til orkuframleiðslu, en þeir fluttu svo kornið til að gefa beljónum eða kúnum inn frá Brasilíu. Það korn var væntanlega ræktað á svæðum sem var nýbúið að ryðja regnskóga á. Þannig að við erum komin í þessari globaliseringar tilraun sem að var þetta ósköp spennandi á margan hátt, bjó til gríðarlega mikil verðmæti með því að nota olíu sem hafði búið, sem við höfum verið að safna hérna í milljónir ára og við bara pumpum henni upp mjög hratt. Byggum til stóra lífeyrissjóði og fleira sem ósköp þægilegt að hafa fyrir þá kynslóð sem mun njóta þeirra. En kerfið sem slíkt bara alls ekki sjálfbært. Mér er bara rétt að enda á einni sögu úr kerfið sem einmitt féll, Sovétríkin. Það í bókinni Originals eftir Adam Grant. Ég man ekki nákvæmlega hvaða efnahagsráðherra hann að lýsa í Sovétríkjunum, sem á einhverju ráðstefnu í London. Og eftir smá tíma þá bara, þetta mjög áhugavert, allt gott sem við erum að ræða hérna, þetta var einhver þýða í samskiptunum, en ég að díla bara við mjög raunverulegt vandamál. Ég vil fá að tala við þann sem stýrir dreifingu á brauði í London. Og það verður upp í fótur og fit og menn fara að reyna að leita þessu manni. Svo eftir smástund þá bara kemur einhver sem sendur út úr herberginu og segir bara það bara enginn sem gerir þetta. Því það ekkert kerfi sem að heldur utan dreifingu á brauði. Og með nákvæmlega sama hætti, bara til að styðja það sem að Eygló sagði áðan, þá eigum við ekki að hugsa eitthvað eitt kerfi sem að í rauninni býr til eina lausn fyrir alla, heldur þá eins og Oddný sagði. Þetta þarf að byggja á markaði, það þarf að byggja á hæfileikum, landgæðum og svo framvegis, og þá í rauninni að við séum að gera þetta með sjálfbærum hætti og séum að búa hérna til fæðuöruggt land til framtíðar. Þetta var einhvern veginn lokaorðsræða, þannig að ég láti þetta slá botnin í þáttinni í kvöld, en þeir eru búin að sitja hérna í klukkustund. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, Sveinn og Eygló og Oddný. Við ætlum að halda áfram að tala landbúnað hérna við Rauðaborðið, reyna að búa til svona smá sirpu það. Næsti þáttur verður kannski ekki alveg í næstu viku, heldur kannski eftir svona 10 daga. Og þá munum við reyna að dýpka þessu umræðu. Þá mæti til dæmis formaður ungra bænda sem þá getum við rætt svona míluðuna inn í bændastéttina og annað sem tekist í og við finnum eitthvað til þess að ræða. Því þetta eins og ég sagði upp að þá þetta eitt af mikilvægustu verkefnum dagsins og við hérna við Rauðaborðið ætlum að taka því alvarlega og ég mjög ánægður með hversu góðan grunni lögðu umræðuna, Eygló, Oddný og Sveinn. Þakka ykkur aftur kærlega fyrir, ég þakka hlustendur fyrir að dvelja hérna hjá okkur og svo heldum við áfram hérna á samstöðinni, það verða þættir hérna morgun og meðal annars Rauðaborðið sem verður hér klukkan 8 á morgun og þá verður eitthvað fjör. Í næstu viku verðum við að ræða alls konar hluti, Evrópusambandið, stjórnarskrá, við munum ræða bandarísku kosningarnar og þá munum við líka verða með annan framhaldsþátt. Á þriðjudaginn síðasta þá komum við hingað
ungar konur, fyrst og annarri kynslóð innflytjenda og það var mjög áhugavert samtal og þar náðum við ekki alveg að klára allt sem við vildum ræða og þessum ætlum við að halda því áfram í næstu viku. En ég þakka ykkur fyrir í kvöld og bið bara heilsa.